spurningakeppni framhaldsskólanna Gettu betur. Í kvöld mætast hér liðið Fjölbrautaskólans við Ármúla og Verkmenntaskóli Austurlands. Hefur ekki að fá? Þetta fyrsta viðureign áttaliða úrslitanna og næstu föstudag komumst við svo að því hvaða lið komast alla leið í undanúrslit og svo í úrslit. En þeir skólar sem eru komnir í áttaliða úrslitin eru Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, Verkmenntaskóli Austurlands, Menntaskólinn í Reykjavík, Fjölbrautaskóli við Ármúla, Tækniskólinn, Verslunarskóli Íslands, Flensborgarskólinn í Hafnarfirði og svo Fjölbrautaskóli Suðurlands. Nú, MR handhafi hljóðnemanns sem verðlaunagripur keppninnar og það skýrist allt saman 17. mars hver fær hljóðnemann í ár. Spurninguhöfundar og dómarar eru eins áður, Jóhann Alfreð Kristinsson og Laufey Haraldsdóttir, en svo fengum við til þessu okkur hana Helgu Margréti Höskuldsdóttur sem þeir sem fylgjast með RÚV ættu bara að þekkja mjög vel. Helga Margrét búin að vera inn á íþróttadeildinni og á Rás 2 og ég veit ekki hvar og hvar. Hún svona allt múli kona og Gettu betur tengt gríðarlega. Já, þetta var góð innárskipting. Já. Svo gott sem, kannski ekki alveg skipt á sléttu, það var svolítið mismunandi sérsvið hún og Sævar, en engu síður skiptum út mjög góðri mannesku fyrir aðra mjög góða mannesku sem að keppti mitt fyrir FG. Já. Hvað segir þið annars gott? Bara ótrúlega gott. Spennt fyrir þessu. 25 skólar sem að byrjuðu í byrjun janúar hjá okkur. Og það var bara búið að vera ótrúlega gaman og svo bara, þú veist, þvílíkur fiðringur, nú bara sjónvarpið að byrja. Svolítið hátíðlegt alltaf að byrja í sjónvarpinu. Já, heldur betur. Nú vorum við svona að rúlla yfir þetta saman svona í vikunni og við komumst að því að þetta var verið svolítið spennandi hjá okkur. Það er engin skóli frá því að ég byrjaði allavega og ekki þið heldur sem hefur varið titilinn. Þannig að hljóðneminn hefur flakkað á milli. Þannig að það er svona spurning hvað gerist í ár, hvort að MR-ingarnir sigli þessu eða hvort það verði nýtt lið sem að tekur þetta heim. En gaman að segja frá því líka að Verkmenntaskóli Austurlands og Fjölbrautaskólinn við Ármúla eru ekki að mætast í fyrsta sinn í vetur því þau mættust í fyrstu umferðinni í hörku spennandi keppni og drógust og saman aftur og þannig að hingað erum við komin aftur sem er mjög gaman og mjög skemmtilegt. Ég ætla að byrja á að spjalla við ykkur í FH. Hvað segir þið gott? Bara allt gott. Já, hvað eru þið búin að brasa í dag? Já, við fórum í keilu og svo fórum við bara að gera bara alls konar. Fórum við bíltúr og borða. Borða aftur að borða búlni. Já, svo fórum við að fá bara að æfa okkur. Flott. Og svo endum við að borða búlni. Já, fóruð þið líka búluna síðast? Já, við fórum bara annars síðast þrjú skiptin. Með þess að áður keppnum það við sennast. Já, vel gert, þannig að það svona eru hefðir. Þið viljið halda fast í hefðirnar. Já. Það gengið vel hingað til, þannig að það er gott að halda í þetta. Já. Er eitthvað svona, hvað gerðu þið svona allra síðasta ára en þið komið inn? Tókuð þið eitthvað svona liðsring eða eitthvað svoleiðis? Við tókum liðsring. Já, ok. Bara einmitt þarna. Já, ok. Peppa okkur aðeins upp. Já, það er flott. Og þið eru spennt? Já. Þið megið kynna ykkur? Ég heiti Þráinn Ásbjarnarson. Ég heiti Jóhann Andrea Magnúsdóttir. Og ég heiti Iðunn Úlfsdóttir. Glæsilegt, þetta var lið FH og þá ætla ég að snúa mér á mína hægri hönd. Hér situr Verkmenntaskóli Austurlands. Hvað segir þið gott? Bara allt mjög gott. Hvernig var að komast suður? Það gekk bara vel. Já, þið fluguð, ekki satt? Jú. Var allt í lagi, er enginn ókérið það? Eru þið kannski ánum vön eða hvernig er þetta? Nei, enginn ókérið. Þið eru með vaskan hóp með ykkur. Er þetta bara allt Austurlandi eins og að leggja sig? Bara Neskaupstaður, bara fjölmennt í bæinn? Já, má segja það. Já, var ekkert mála að grúpa saman í svona góðan hóp? Það var smá vesen. Sumir eru eftir en svona betri helmingur er komin. Það er rétt svar. En hvað gerir þið svo í dag? Við fórum í ræktina. Já. Já, svo fórum við í Kringluna og svo tókum við smá æfingu. Já, hvað voruð að brasa í Kringlunni? Var að borða og svona? Já, borða, versla eitthvað. Já, einmitt. Og þið eru klárir slægin? Já. Þið megið kynna ykkur? Ég heiti Geir Sigurbjörn Ómarsson. Já, ég heiti Ragnar Þórólfur Ómarsson.
heiti Ágústa Vala Viðarsdóttir. Já, það held ég nú. Nú erum við búin að fá að kynnast liðunum tveimur. Nú ætlum við að fara aðeins yfir fyrirkomulagið, spurningaliðirnir þeir eru nú bara svona eins og við eigum að þekkja það. Það eru hraðaspurningarnar og þær eru í 90 sekúndur. Hægt að fá 1 stig fyrir hvert rétt svar þar. Svo er það staðreyndavilluspurningin, þar sem fram kemur ein staðreyndavilla og liðin við þurfa að leiðrétta og þess að benda á og leiðrétta villuna og já, þá er þetta að fá 2 stig, sem sagt, 1 fyrir hvort. Því næst eru það 12 bjölluspurningar og svo er það 2 þriggjalega vísbendingaspurningar og svo þríþrautin. Og svo fáum við að heyra skemmtileg atriði hér á milli. Heyrum meira því á eftir, en það er komið að hraðaspurningunum og það er klinkið. Já, ég er með tíkall, þannig að hvað þið eru komin lengra að, viljið landvætti eða loðnu? Landvætti. Landvætti. Það er landvætti. Þá með við ákveða, viljið þið byrja eða víkja? Við ætlum að byrja. Ég ætla að fá að byrja. Á meðan FA kemur sér fyrir hér baksviðs, þá ætlum við aðeins að fá að kynnast lífinu í VFA betur. Jú, það er rétt. Hér eru við. Við erum á Austurlandi, nánar tiltekið á Neskaupstað og við ætlum að kynnast Gettu betur liði Verkmenntaskólans á Austurlandi aðeins betur. Kíkjum á þetta saman. Góðan daginn. Fyrirgefðu, er einhverju úr Gettu betur liðinu hér? Já, mikið. Það er þú? Þið tveir? Komið með mér strákar. Má ég stela þeim? Já, endilega. Æ, takk. Ágústa! Fyrirgefðu, mætti ég stela henni Ágústu í smá? Það ekki. Takk fyrir það. Ég heiti Geir Sigurbjörn Ómarsson, minn styrkleiki er íþróttir og ég er alls ekki góður í fuglum og plöntum. Ég heiti Ágústa Vala Viðarsdóttir og minn styrkleiki er plöntur og ég er ekki góð í íþróttum. Ég heiti Ragnar Þórólfur Ómarsson. Minn styrkleiki er landafræði og svona almenn þekking, en ég er ekki góður í listum. Eru þið bara klárustu krakkarnir á öllu Austurlandi eða? Já. Herðu, nú eru keppendur að fara að teikna andstæðinga sína. Geir, hvernig ert þú að fara að teikna? Ég er að fara að teikna Iðunni. Ég er að fara að teikna Jóhanni. Og þú ert að teikna hvern? Þráinn. Þráinn, ég set tíman í gang núna, gjörðu svo vel. Eru þið með eitthvað svona leynivopn fyrir keppnina á föstudag? Já, við erum með nokkuð í leynivasanum, sko. Þú hefur 15 sekúndur, ætlar að setja eyru á hana? Nei, þau eru falin. Eyrun eru falin. Herru, tíminn er að búinn, ég ætla aðeins að hjálpa þér hérna. Finnst þið gaman að teikna, Ágústa? Nei. Þið finnst ekki gaman að teikna? Finnst þið gaman að lita? Nei. En hver er mesti besserwisserinn í hópnum? Og er það rétt, Ragnar? Já. Hver er líklegastur til þess að svindla í spurningaspili? Wow. 2 á móti 1. Geir, hver er líklegastur til að fara í fangelsi? Og það er tími. Þetta er nú góð mynd. Ég verð að gefa þér það. Ertu með einhver skilaboð til Jóhannu? Gangið vel? Já, bara fyrirgefðu. Krakkar, það búið að vera frábært að vera með ykkur. Eru þið með einhver skilaboð til FA? Til hamingju með sigurinn seinast, en nú rústu við ykkur. Sáum við liðsmenn VFA. Eru þið tilbúin í hraðaspurningar? Já. Eru tilbúin? Þá byrjum við núna. Hver hannaði Hallgrímskirkju? Guðjón Samúelsson. Rétt. Hvað heitir bandvefurinn sem tengir vöðva og bein? Liðvefur. Ránt. Hver eru heimsmeistarakarla í handbolta? Danmörk. Rétt. Hvaða lag hefst á orðunum komdu að leika, komdu að leika? Ílari. Rétt. Við hvaða bókstafi kynslóðin sem fættir á árunum 1909? Rétt. Í hvaða fræga grafhýsi stendur í borginni Agra? Taj Mahal. Rétt. Í hvaða firði er Hólmavík?
Sneinkrisfirði. Rétt. Hver leikstýrir kvikmyndunum Lady Bird, Little Women og Barbie? Scorsese. Rangt. Hvað heitir hestur Emils í Kattholti? Pass. Hvaða Íslendingur er talinn hafa stundað nám við Svartaskóla í Frakklandi á 11. öld? Sæmundur Fróði. Rétt. Kaup KS á hvaða rótgróna fyrirtæki stöðvaði samkeppniseftirlitið á dögunum? Gunnars Majónes. Rétt. Hvaða frumefni hefur efnatáknið HG? Pass. Hvaða íþrótt hefur Vésteinn Hafsteinsson keppt í og þjálfað? Pass. Hver er nýr sveitarstjóri Borgarbyggðar? Pass. Hver er höfuðborg Sómalíu? Mogadishu. Rétt. Hvaðan er tískumerkið Balenciaga? Fraklandi. Rangt. Hvert er listamannsnafn rapparans Scott Mescudi? Kit Cudi. Rétt. Í hvaða tómstundi talaði tréð, lambið, barnið og hundinn? Pass. Hver er erkióvinur Austin Powers? Pass. Eftir hvern eru óperurnar La Traviata og Rigoletto? Pass. Hvaða Grikki er eiðurinn sem læknarsverja kendur við? Demokrítos. Rangt. Hvar er emírinn Tamim bin Hamad al-Thani þjóðhöfðingi? Bahrein. Rangt. Hvaða orð getur átt við bæði vetur, gamla kind og samskiptatæki? Pass. Hvaða fótboltafélagi í seríu B gekk Mikael Egill Ellertsson til liðs við á dögunum? Venezia. Rétt. Það var Nú felum við stíginn þeirra og fáum inn FA. Við ætlum fyrst aðeins að kynnast liðsfélögunum í FA. Já, það er rétt. Við erum komin hingað við Fjölbraut í Ármúla. Við ætlum að kynnast Gettu betur liðinu aðeins betur. Komið með mér. Mér skilstu 7 hérna. Góðan daginn. Komið með mér. Heyriði, krakkar, má ég trufla ykkur aðeins? Já, auðvitað. En þið verið samt fyrst að benda mér á hvar Alsír er. Alsír! Ég heiti Iðunn Úlfsdóttir. Styrkleikarnir mínir eru pop culture, myndir, tónlist, þættir, leikara. Veikleikarnir mínir eru bara basically það sem þau eru með. Ég heiti Jóhanna Andrea Magnúsdóttir. Styrkleikarnir mínir eru bara náttúrufræði, líffræði þannig, en ég veit ekkert stjórnmál eða ég á mjög lítið íslenska bara dægumenningu. Hæ, ég heiti Þráinn Árnason og styrkleikar mínir eru landafræði, saga og pólitík og veikleikar mínir eru smá íþróttir og svo einu sem sagði aftur svona kvennadótið, þið sagði einu sem rauk síðan svona dótið ykkur konum eitthvað og svo... Þú veist samt allt kvennalistan. Svo náttúrufræði og svoleiðis svona læknisfræði, það er mjög veikleikar minn. Jæja, góði gestir, nú ætlar lið FA að teikna keppendur VAF-A. Jóhanna, ertu tilbúin? Mögulega. Þú ert að fara að teikna hvern? Geir. Hann Ágústu. Iðunn, þú ætlar að teikna hann Ragnar. Manstu hvernig hann lítur út? Já. All right, þá gef ég þér 1 mínútu. Þú mátt byrja. Hefurðu einhvern tímann svindlað á prófi? Já. Einu sinni. Já, í grunnskóla samt. Já. Hver af ykkur svarar hraðaspurningum hraðast? Ég held ég, er það ekki ég heldur? Jú, þú fljótastur að hugsa held ég. Svarið Þráinn. Þráinn, já. Hvern myndirðu fá til að syngja í þinni eigin jarðarför? Taylor Swift. Heyrðu, systkini mitt, það kann að syngja og það væri mjög dramatískt. Bara Páll Óskar, er hún ennþá á lífi? Já. Þú hefur 1 sekúndu. Tíminn er búinn. Herru, þetta er geðveikt. Þetta er geðveik mynd. Vá! Jæja, Jóhanna, ertu sátt með myndina? Já, ég veit það ekki. Hann er með pínustórt nef og stóra varir og ójöfn eyru eða það alltaf. Bara kantir. Við erum sátt með þetta. Ertu með eitthvað skilaboð til hans Geirs? Já, bara vona þú lítur ekki alveg svona út. Það væri frekar óheppilegt. Jæja, við þökkum Jóhannu fyrir þetta. Hvort myndu þið frekar fá ykkur pulsu með ananas eða pítsu með remólaði? Bæði, ég myndi að fara með bæði bara. Ég myndi að fá með pítsu með remólaði til að smakka, en ég myndi að vilja smakka bæði. Pilsa með ananas. Pilsa með ananas. Pítsu með remólaði. Jæja, eru þið tilbúin að svara hraðspurningum? Já. Já.
Þið eru tilbúin. Þá byrjum við núna. Hver hannaði Hallgrímskirkju? Samuel Pétursson, Samuel Guðjónsson. Rangt. Hvað heitir bandvefurinn sem tengir vöðva og bein? Liðbönd. Rangt. Hverjir eru heimsmeistara karla í handbolta? Danir. Rétt. Hvaða lag hefst á orðunum komdu að leika, komdu að leika? Læri. Rétt. Við hvaða bókstafi kynslóðin sem fættir árunum 1997 til 2012 kennd? Setur. Rétt. Hvaða fræga grafhýsi stendur í borginni Agra? Pass. Í hvaða firði er Hólmavík? Djúpafirði. Rangt. Hver leikstýrði kvikmyndunum Lady Bird, Little Women og Barbie? Greta Gerwig. Rétt. Hvað heitir hestur Emils í Kattholti? Stjáni. Rangt. Hvaða Íslendingur er talin hafa stundað nám við Svartaskóla í Frakklandi á 11. öld? Samuel Fróði. Rétt. Kaup KS á hvaða rótgróna fyrirtæki stöðvaði samkeppniseftirlitið á dögunum? Gunnars Magnús. Rétt. Hvaða frumefni hefur efnatáknið HG? Pass. Hvaða íþrótt hefur Vésteinn Hafsteinsson keppt í og þjálfað? Hlaup. Rangt. Hver er nýr sveitarstjóri Borgarbyggðar? Gunnar Jónsson. Rangt. Hver er höfuðborg Sómalíu? Addis Ababa. Mogadishu. Rétt. Hvaðan er tískumerkið Balenciaga? Svani. Rétt. Hvert er listamannsnafn rapparans Scott Mescudi? Pass. Í hvaða tómstund er talað tréð, lambið, barnið og hundinn? Jóga. Rétt. Hver er erkióvinur Austin Powers? Pass. Eftir hvern eru óperurnar La Traviata og Verdi. Rétt. Hvaða Grikkja er eiðurinn sem læknarsverja kenndi við? Hippókrates. Rétt. Hver er emirinn Tamim bin Hamad al-Thani þjóðhöfðingi? Bútan. Rangt. Hvaða orð getur átt við bæði veturgamla kind og samskiptatæki? Tími. Hvaða fótboltafélagi í seríu B gekk Mikael Egill Ellertsson til liðs við á dögunum? Val. Rangt. Þetta var FA. Þetta var spennandi. Eru þið með þetta? Já, heyrðu, ég ætla að fara hér yfir rétt svör. Það var Guðjón Samúelsson sem hannaði Hallgrímskirkju. Sinar eru bandvefurinn sem tengir vöðva og bein. Það eru Danir sem eru heimsmeistarar karla í handbolta. Lagið Ílari Lei, eða Ílari Lari Lei, byrjar á orðunum komdu að leika, komdu að leika. Það er Zeta-kynslóðin sem er fædd á árunum 97 til 2012. Taj Mahal er grafhýsið fræga í Akraborg. Hólmavík er í Steingrímsfirði. Greta Gerwig leikstýrði Lady Bird, Little Women og Barbie myndinni sem er væntanleg. Hestur Emils í Kattholti heitir Lukas. Það var Sæmundur Fróði sem stundaði nám við Svartaskóla. Samkeppniseftirlitið stöðvaði kaup á Gunnars Majónes. HG er kvikasilfur. Vésteinn Hafsteinsson keppti og þjálfaði Kringlukast. Stefán Broddi Guðjónsson er nýr sveitarstjóri Borgarbyggðar. Mogadishu er höfuðborg Sómalíu. Balenciaga er upphaflega frá Spáni. Scott Mescudi gengur undir nafninu Kid Cudi. Jóga er tómstundin þar sem eru tré, lamb, barn og hundur. Dr. Evil er erkióvinur Austin Powers. Verdi skrifaði óperurnar La Traviata og Rigoletto. Hippokrates er grikkin sem eiðurinn heitir eftir. Tamim bin Hamad al-Thani er þjóðhöfðingi Katar. Gemsi er orð sem getur bæði þýtt samskiptatæki og veturgömmul kind og Mikael Egill Ellertsson gekk til liðs við Venecia. Já, og hvað segir þetta okkur? Herðu, það er bara hnífjöfn keppni í gangi. Staðan er 11-11 eftir hraðaspurningar. Já. Þetta er bara frábær byrjun. Já. 11-11. Yes. Svona átt að vera. En þá er það staðreyndavillu spurningin sem er næst. Og eins og ég sagði áðan, þá gefur hún 2 stig. Þetta verður þannig að við lesum upp, það kemur mynd með því að benda á villuna og svo lesum við spurninguna og liðin svara og við förum í auglýsingar á meðan og við tökum blöðin hjá þeim og hérna svara með því að skrifa blað. Já, skrifa blað og skýri sér allt hérna rétt á eftir en við ætlum fyrst að fá að sjá myndina. Hér sjáum við fána 6 fjölmennustu ríkja heims í röð eftir mannfjölda. En á myndinni er ein villa. Fáni hvaða ríkis á ekki heima á listanum og hvaða land á að vera þar í staðinn. Það er tíminn liðinn. Við ætlum að fara í auglýsingar en við ætlum að taka svörin hér á meðan og förum yfir þetta eftir andartak.
HSI þakkar eftirfarandi fyrirtækjum fyrir að styrkja strákana okkar. Vetrarótsala Birgisson í fullum gangi sparaði 20.000 Birgisson Ármúla. Ég held ég geti hjálpað þér. Nivea Derma Skin Clear vinnur með húðinni við að laga ójöfnur. Skin Clear Complex formúlan örvar og styður við náttúrulegt endurnýjunarferli húðarinnar. Sjáanlega betri húð á 7 dögum. Prófaðu nýja Derma Skin Clear Night Exfoliator. Útsölunni lýkur á sunnudaginn. IKEA. Potturinn stefnir í 170 milljónum helgina. 1x2 laugardagar eru langbestir. Útsölu Dorma lýkur á mánudaginn. Nýttu tækifærið og komdu strax. Alltaf 60% afsláttur. Dorma, Holtagörðum, Akureyri, Ísafirði og á Smáratorgi. Opal G+. Guarana, ginseng og grænt te lyftir deginum á hærra plan. Kíkt á febrúartilboðin hjá boost.com. Núna fær alltaf 50% afslátt af mörg þúsund tísku barnasport snýrt á heimilisverum á boost.com. Frábær helgartilboð í rúmfattalægum. 20% afsláttur af öllum borstofuhúsgögnum. 20–40% afsláttur af öllum gardínum. Gildir einnig í vefverslun. Rúmfattalægurinn. Góð tilboð. Ég mun aldrei lýsa upp heiminn. En húsbóndi, reyndu bara með Red Bull. Red Bull? Verði ljós. Tja, Red Bull veitir vængir. Komið sæl aftur. Hér fyrir auglýsingar voru liðin að svara staðreyndavillu spurningunni og við ætlum að fá hann aftur upp á skjáinn og þið ætlaði að fara yfir þetta, Jóhann og Laufey. Hvað kom? Sem sagt staðreyndavillu spurningin er þannig að við gerum núna að það er eitthvað sem er sett upp og það þarf að benda á villuna, það er 1 stig og svo þarf að leiðrétta villuna fyrir 2 stig. Þarna voru 6 fjölmennustu ríki heims. Þarna er japanski fáninn, hann á ekki heima þarna. Það er ekki 7. fjölmennasta ríki heims, heldur er það Brasilía. Þannig að, og þetta fór þannig að VAF-A var með þetta, með 2 stig. FA var með Brasilíu, leiðrétti rétt en benti á villusan fána, þannig að það er 1 stig á FA. Glæsilegt. Og áfram heldur spennan. Nú er það komið að bjölluspurningunum eins og ég sagði fyrr í kvöld að þá eru það 12 talsins og fyrir hvert rétt svar er hægt að fá 2 stig. Kannski heyri bjöllunum, má ég byrja á Ármúla? Má ég aðtökast eitthvað virki ekki? Jú, og svo fáum við að heyra fyrir okkur. Sko, báða bjöllur í lagi sem þýðir að allt er í góðu lagi. Eru þið tilbúin? Já. Og þið tilbúin? Já. Og byrjum við og förum í fyrstu bjölluspurningu. Maukað eggaldin, ólífólía, sítrónusafi, tahini, salt, hvítlaukur og kúmen. Allt þetta í bland og kannski steinselja eða ólífur til skrauts ofan á. Úrverður réttur sem kemur frá austanverðu Miðjarðarhafi og er gjarnan borðaður með pítubrauði eða notaður sem ídýfa fyrir grænmeti. Fyrri hluti nafnsins á réttinum þýðir pabbi á arabísku en óvíst er hvað seinni hlutin merkir nákvæmlega en sumir myndu þýða nafnið á réttinum sem dekur pabbi. Hvaða réttur er þetta? Og það er FA. Fadrepa. Það er ekki rétt svar. Wafa. Ég segja hummus. Það er ekki heldur rétt svar. Þetta lítur nú svolítið hummuslega út. Já, visslega lítur þetta eins út en þetta er baba ganoush. Baba ganoush. Það er mjög gaman að segja það. Já. Eitthvað svona, og þýðir eitthvað svona pabbi luxus. Já. Pabbi luxus kom
ekki. Við förum í aðra bjölluspurningu. Þessi kona, Lisa Mackey, ólst upp á Norður-Írlandi á tímum vandræðanna svokölluðu. Í dag er hún leikskáld og handritshöfundur og skrifaði meðal annars handritað sjónvarpsþáttum sem notið hafa mikilla vinsælda og eru aðgengilegir á Netflix. Í þáttunum nýtir hún reynslu sína af því að hafa verið táningur á 10. áratugnum í bænum Londonderry. Þættirnir heita og það er F.A. Þetta er Derry Girls. Já. Nicola Coughlan leikur í Bridgerton, sería 3 er að koma út. Þetta gerist í Bretlandi og það voru 3 seríur. Skotlandi, bara, já. 3 seríur, þetta er nýhætt. Leikararnir heita, veistu hvað heita? Ég verð að halda áfram að lesa, þetta er ekki að koma. Og er 3. og síðasta serían kom út í fyrra. Í þáttunum fylgjumst við með frænkunum Erin og Orlu, vinkonum þeirra Claire og Michelle og James frænda Michelle takast á við típisk úlingavandamál. En þó að þættirnir snúist aðalega fyndnar aðstæður sem þessi uppskáldaði vinahópur lendir í. En þá er líka minnst á marga sannsögulega atburði, meðal annars sem minnst á mikilvægan sáttmála sem skrifað var undir 10. apríl 1998. Þessi sáttmáli batt enda á stóran hluta átakana sem áttu uppruna sinn í klofningu eyjunnar Írlands árið 1920. Þessi sáttmáli er kenndur við ákveðinn dag. Hvað heitir þessi sáttmáli? Vafa? Segðu það bara. Það var að koma eitthvað. Þorláksmessi sáttmáli. Það er ekki rétt. Þetta er föstudagssáttmálinn, eða Good Friday að gríma. Já, kenndu við föstudaginn langa. Það væri nú áhugavert ef að Írar héldu upp á Þorláksmessu. En þeir gera það víst ekki. Nei, þannig að þetta var... En þetta var vissulega þættirnir Derry Girls. Já, þetta var Derry Girls. Alveg hárrétt. Við förum í 3. bjölluspurningu. Á dögunum voru íslensku bókmenntaverðlaunin afhent við hátíðlega athöfn á Bessastöðum. Pedro Gunnlaugur García hlaut verðlaunin í flokki fagurbókmennta fyrir skáldsöguna Lungu. Ardís Þórarinsdóttir hlaut þau í flokki barna og unglinga og það er Vafa. Í flokki glæpasagna er nýtt núna, heitir það Blóðdropinn. Það var Stóri bróðir bókin. Það er eftir Skúla Sigurðsson. Í flokki fræðirita var bókin Hvenær kemur svo stóri? Að spá fyrir jarðskjálfta. Sem er eftir Ragnar Stefánsson. Þið þurfum ekkert að halda áfram því að Blóðdropinn... Já, þetta skildi ekki hafa heyrst vegna mikilla og góðra fagnaðarláta. Þá var svarið Blóðdropinn og Skúli Sigurðsson. Þetta vorum við að spyrja Já, þarna er Skúli, taka við og halda ræðinu sína. En Blóðdropinn hefur verið afhentur allt frá árinu 2007 og sá sem að hlýtur Blóðdropann, hann er fulltrúi Íslands í samkeppninum Glerlykilinn, sem eru norrænu glæpasagnaverðlaunin. En nú hefur verið ákveðið að fella Blóðdropann undir íslensku bókmenntaverðlaunin. Og bara, já, Skúli Sigurðsson, hárrétt. Hárrétt. Kom hjá VAF-A. Við höldum áfram og förum í 4. bjölluspurningu. Það eru fá skilti, jafnvel þekkt og Hollywood-skiltið í Los Angeles í Bandaríkjunum. Þegar skiltið var upphaflega reist á þessum stað í suðurhlíðum Mount Lee árið 1923 var það auglýsing. Verið var að auglýsa nýtt hverfi og það er VAF-A. Þetta var upprunalega Hollywoodland sem stóð hana. Jú, Hollywoodland. Það er rétt svar. Þarna fór löng spurning. Já, smá leiðilegt að við fengum ekki að sjá skiltið úr BoJack Horseman teiknumyndaþættinum þar sem hann stendur bara Hollywood. Já. Af því hann stal einu svona D-inu. En jú, það stóð vissulega upphaflega Hollywoodland. Þarna sjáum við Hollywood. Akkurat, þetta kom hjá VAF-A 2 stig á þau og við förum í 5. bjölluspurningu. Og hér spyrjum við dýr. Dýrið finnst víða, nær alla Afríku, Arabíuskagann, Mið- og Austur-Asíu, allt að Kyrrahafsströndinni. Dýrið er einfari og finnst best að ferðast eitt nema þegar það makast og af því eru til minnst 27 undirtegundir.
Mönnum stendur yfirleitt ekki ógn af því, þótt dýrið sé aðalega kjötæta, en étur þó yfirleitt flest sem að kjafti kemur. Þótt dýrið sé aðalega kjötæta, étur þó flest sem að kjafti kemur. Það lifir við ýmsar fjölbreyttar aðstæður í háu fjalllendi, í eyðimerkur loftslagi og þarf sums staðar að þola miklar frosthörkur. Því ekki að furða að dýrið mjög fjölhæft, getur farið hratt yfir, klifrar og gott á sundi. Sem útskýrir kannski hvers vegna Þjóðverjar tóku upp á því að skýra og það VA. Þetta hlébarði. Þessi leopard, skriðdrekin heitir leopard. Þetta hlébarði? Já. Þetta var sannlega hlébarði og Leopard 2 skriðdrekinn hana. Sem var ákveðið að senda til Úkraínu á dögunum eftir miklar þreifingar og umræður. Og þarna aftur áttum við svolítið eftir í spurningunni, við áttum eftir að tala meira auðvitað Meðal annars áttum við eftir að sjá hérna brot úr lagi, tónlistarvídeó í Gísla Pálma, Set mig í gang. Það sem að hann, líkir sér við labbandi banka, orustu þotu, mann úr járni og loftstein og svo stekkur hann eins og hlébarði. Þannig að... Mjög gott. En þetta kom. Þetta kom. Hlébarði var þetta, getur náðu alltaf 60 km hraða, það líka hérna eitthvað sem kom ekki fram. En gaman að taka fram. Já, það saman það, hann vill bara tala Gísla Pálma. Já, akkurat. Það kom nú fram hérna. Já, eðlilega. Við förum í 7. bjölluspurningu. Þess var minnst á dögunum að 50 ár voru frá upphafi eldgossins á Heimaey. Íbúar þessa 5.500 manna byggðarlags á þeim tíma voru flestir í fasta svefni aðfaranótt 23. janúar 1973 þegar 1600 metra gossprunga myndaðist á austasta hluta Heimaeyjar og 4.000 íbúar eyjunnar voru fluttir burt strax þá nóttina. Mikil mildi þótti að skipafloti bæjarins var nær allur í höfn eftir óveður dagana á undan. Var þetta fyrsta gos í þéttbýli sem sögur fara af. En það eru fleiri náttúruvár sem minnst hefur verið undanfarna daga. Laugardaginn 22. janúar 1980 og það VA. Það var krapaflóð í Patreksfirði. Það gerist núna líka bara daginn aftur. Það var 40 ár síðan þetta gerist, þetta 1983. Og botnaði svona eiginlega spurninguna sem eftir var. Það rétt svar. Hér vorum við að spyrja Patreksfjörð. En við ætlum aðeins að taka okkur smá hlé og fá smá tónlistaratriði. Nú komið að tónlistaratriði Verkmenntaskóla Austurlands. Þetta hljómsveitin Dusilmenni, en hana skipa Benedikt Arnfinnsson á gítar, Hlynur Fannar Stefánsson á trommur, Jakob Kristjánsson á bassa og svo Skúli Þór Ingvarsson sem að syngur. Og þetta hressandi og svona textasmíð sömuleiðis, þannig að kannski svona yngsti aldurshópurinn, þetta svona orðað svona þannig að kannski ekki alveg fyrir þá yngstu, en hlustið bara á, hafið gaman. Oh!
Þetta var hressandi? Já. Ég bara kom mér í gírinn bara. Ég var mætt hérna áðan og sá þetta í beinni, sko. Það er eiginlega ennþá betra. Og bara beint í æð. Dúf. Þú veist, ekkert kaffi eftir þann flutning. Þetta var glæslegt. Við förum í 7. bjölluspurningu. Og hér er spurt hluta mannslíkamans. Þessi líkamshluti er eins og svo margir aðrir staðsettur í kviðarholinu. Hluti af latnesku heiti þess er komið af orði sem þýðir 12 fingur að lengd. Það var gríski læknirinn Herófílos sem mældi að það var jafn langt og breitt 12 fingra. Á sumum tungumálum, til dæmis þýsku og hollensku, heitir líkamsparturinn ennþá eftir þessari 12 fingra lengd. Á íslensku er þessi hluti líkamanns hins vegar nefndur eftir lögun sinni, sem minnir á hlut sem sumir tengja við heppni. Ein leið og það er að fá. Er þetta skífugörn? Það er rétt svar. Þetta á að sjá mynd með skeifugörninni, þarna er þetta. Já, þetta. En ánægilegt að þetta kom snemma, en leiðilegt að þú fékkst ekki að segja þarmasafi í beinni útsendingu. Já, þú varst að því, til hamingju. Já, Laufey var búin að bíða spennt eftir að heyra mig lesa gall, bris, safi og þarmasafi, sem allir eru mjög basískir. En ég las það núna eftir á. Takk, skall. Þetta kom, skeifugörnin og 2 stig á FA. Hvernig standa stig? Herðu, stigin standa þannig að Verkmenntaskóli Austurlands leiðir með 21 stigi gegn 14 stigum Fjölbrautar við Ármúla. Já. Og nóg eftir í pottinum góða. Við förum í 8. bjölluspurningu og við spyrjum íþrótt. Einhver telja að hún hafi verið stunduð til dægrastyttingar á breskum skemmtiferðaskipum frá árinu 1920. En önnur segja að uppruni hennar sé á Spáni og í Suður- og Mið-Ameríku. Íþróttin sjálf og það er FA. Ég held að þetta sé að vera að spyrja limbo, limbo. Heldur þú að spyrja limbo? Það er ekki rétt. Ég held áfram að lesa. Íþróttin sjálf var þó ekki formlega til fyrir árið 1969 þegar þessi maður, Enrique Corcuera, ákvað að prófa að blanda 2 íþróttum saman heima hjá sér í Acapulco í Mexíkó. Spænskur vinur Enrique, Alfonso, prófaði það sama heima hjá sér og líkaði vel. Í kjölfarið bjó hann til aðstöðu fyrir íþróttina árið 1974 á Marbella á Spáni og þaðan breyttist hún hinn spænsku mælandi heim. Völlurinn sem íþróttin er spiluð á skal vera 10 metrar á breidd og 20 metrar á lengd og með veggjum á öllum hliðum. Yfirleitt er keppt í pörum en þó getur íþróttin verið spiluð í einliðaleik. Á VFT-mótaröðinni keppa sterkustu spilarar í heimi og þessi pör hér, Juan Lebrón og Alejandro Galán og Alejandra Salazar og Gemma Triey, byrja tímabilið á toppi heimslistans. Þau komu öll frá Spáni. Reglusnar eru byggðar á reglunum í tennis og stigin eru til að mynda talin eins. Munurinn er sá að í íþróttinni sem við spyrjum gefur maður upp með því að skoppa boltanum einu sinni á jörðina og slá fyrir neðan mjaðmahæð. Þá gilda sérstakar reglur veggina. Stig fást í íþróttinni ef boltinn skoppar tvisvar hjá andstæðingnum, ef andstæðingurinn slær boltan í netið, slær boltan út fyrir völlinn eða nær ekki að slá hann yfir á þinn vallarhelming. Þá færðu líka stig ef boltinn fer í andstæðing. Boltinn sem notaður keim líkur þeim sem notaður er í tennis, en spaðarnir eru hins vegar öðruvísi. Þeir eru sérstaklega hannaðir með götum til að draga á hraða boltans þegar hann er sleginn. Það þykir því mörgum auðveldara að stunda þessa íþrótt en tennis. Íþróttirnar 2 sem Enrique blandaði saman í Mexíkó á sínum tíma voru annars vegar tennis og hins vegar squash. Var íþróttin sem við spyrjum en hún hefur á síðustu árum notið aukina vinsælda allan heim. Hægt er að stunda á Íslandi og eru til að mynda 2 vellir í tennishöllinni í Kópavogi. Hver er íþróttin? Og það er VFA. Padel. Og það er rétt svar. Þetta var padel. Hafið þið prófað padel? Nei, er þetta skemmtilegt? Þetta er gaman, sko. Ég er náttúrulega bara mikið áhuga á tennis, en ég er svona, það er stór völlur, sko. Ég er eiginlega full latur í tennisin, þannig að kannski er padelið akkurat. Já, ég meiri squash, þannig kannski ættum við að spila padel. Já, við ættum kannski að taka tvendaleik í padel, tækifæri, algjörlega.
nýtt lið að myndast hér, glæsilegt. Þetta kom og við förum í 9. bjölluspurningu og hér er spurt nafn. Nafnið á uppruna sinn í grískri goðafræði. Dóttir Sefeifs, konungs Eþíópíu og Kassíepeiu drottningar bar nafnið. Drottningin var drambsöm og gortaði sig meðal annars að því að vera fegurri en sjávardísirnar og uppskar hún reiði sjávarguðsins Póseidons fyrir vikið sem sendi í hefndarskyni skrímsli að ströndum konungsríkis þeirra. Véfréttin greindi Sefeusi frá því að eina leiðin til að friða skrímslið væri að færa því dóttur hans að fórn. Var hún því hlekkjuð við ströndina til að bæta fyrir misgjörðir móður sinnar og grét þar örlög sín þegar hetjan Perseifur kom aðvífandi, stakk skrímslið og bjargaði henni og kvæntist svo síðar og gerði að drottningu í Grikklandi. Þessari sögu hafa verið gerð ýmis skil í seinni tíma verkum og stundum nefnd fyrsta eiginlega sagan prinsessu og dreka. Nafnið kemur líka fyrir í Harry Potter. Móðir Nymfadóru Tonks sem kemur fyrir í sí og það er F.A. Er það Andrómeda? Það er rétt svar. Var það Harry Potter? Já. Já. Afmælisbróðir. Afmælisbróðir? Já. Býtu, hver er dagurinn þá? 31. júlí. 31. júlí. Harry Potter. Já, ég afmæli samt á Gauðurleikur Rúbens Grins. Já, og Varvarinn og annars verðin vikingurna. Það er gaman að fara að vera afmæli. Já, við áttum eftir að koma svo sem við líka hérna. Við áttum eftir að fara í Marvel-heiminn líka. Þar er ein Andrómeda og svo ætlum við náttúrulega endaði að kíkja upp í stjörnuheiminin. Það sem að stjörnuþokan Andrómeda sem að myndi nú lítið einhvern veginn svona út ef að hún væri aðeins bjartari á næturhimninum. Væri það nú ekki gaman. Hún væri aðeins bjartari. Það verður svona stemning að skoða Andrómedu. En þetta kom, Harry Potter er víða sko. Við förum í 10. bjölluspurningu. Asahlákan umtalaða olli talsverðum usla hér á landi miðjan janúarmánuð. Það er kallað asahláka þegar hlýindi koma snögglega og oft samhliða mikilli úrkomu. Fylgikvillar asahláku eru margir af leiðilegri gerðinni, vatnselgur, leki og jafnvel flóð í ám og vötnum. Stóralaxá var til að mynda til vandræða í veðrinu nú í janúar, rauð stíflu flæddi inn á tún og að endingu þurfti að hleypa inn í nýjan árfarveg til að forða stórtjóni. Sérfræðingar höfðu á sama tíma áhyggjur af því að önnur á Suðurlandi myndi flæða yfir bakka sína. Ölfusá og það er F.A. Ég held að það var Ísakar og það var Ölfusá sem fer í Hvítá og verður þannig þóginu og eitthvað Hvítá og Ölfusá. Já, þetta er bara Ísakar var Ísá, Hvítá. Þetta er bara hárrétt hjá þér. Var rétt að svari sogið og Hvítá. Bara akkurat. Það áttum svona eftir að fara svona eitthvað aðeins hérna en þetta kom glæsilegt. Hvernig standa stig? Herru, þau standa þá þannig að Verkmenntaskóli Austurlands leiðir en FH er búið að saxa aðeins á forystuna staðan er 23-18. Spennandi. Og við förum í 11. bjölluspurningu. Stærstu tískuhús í heimi sýndu haust- og vetrartískuna 2023 í tískuviku í París fyrir þessum mánuði. Venju samkvæmt var fjöldinn allur af þekktu fólki á meðal gesta. Þá vöktu þau jafnmikla athygli á Kylie Jenner sem mætti á fyrstu og það er F.A. Það er bara að sína. Já, ég ætla að fara að segja að þetta var rétt að ljónshöfu. PETA, dýraverndarsamtökin er búin að gefa leyfi fyrir þessu eitthvað. Að þetta sé ekki slæmt eða eitthvað. Í eitthvað tískuhús. Ég verð að halda áfram að lesa. Já, eins og þarna sást, þá mætti hún með ljónshöfuð á öxlinni. Kjóllinn var frá franska tískuhúsinu Schiaparelli en ljónshöfuðið var þó ekki ekta, heldur gert úr frauði, ull og gervifeldi. Í tískuvikunni í París fyrir ári beindust augu flestra að tískusýningu þar sem margar af stærstu fyrirsætum allra tíma gengu eftir sýningapöllum. Þar voru ekki bara fyrirsætur á borð við Gigi Hadid, Kendall Jenner og Naomi Campbell því tennisgoðsögnin Serena Williams var líka á meðal þeirra. Það var engin tilviljun að Serena gekk fyrir þetta tiltekna fatamerki því stofnandi þess Virgil Abloh var góður vinur hennar og hafði til að mynda hannað á hana keppnisfatnað.
Hann var ráðinn listrænn stjórnandi Louis Vuitton árið 2018 og var þá fyrsti svarti hönnuðurinn til að gegna þeirri stöðu hjá tískuhúsinu. Abloh lést í nóvember árið 2021 eftir baráttu við krabbamein og tískusýningin í tískuvikunni í París í fyrra var svo fyrsta frá fatamerkinu eftir andlátans. Merkið hafði frá stofnun vakið talsverða athygli, en fyrir utan fötin sjálf vakti samstarf þess og Abloh við önnur vörumerki líka athygli. Árið 2019 starfaði hann til að mynda með IKEA og hannaði vörulínu í samstarfi við sænska risann. Meðal þess sem var að finna í vörulínunni voru mottur, pokar, stólar og skrifborð. The Ten skólinan sem Abloh vann í samstarfi við Nike árið 2017 svo líklegast eins og eftirsóttasta sinna tegundar. Í umsögnum línuna segir meðal annars: ekki aðeins fyrirmynd til að skilja skóhönnun, heldur alla hönnun og hefur sett mark sitt á strigaskóamenningu til lengri tíma. Það var engin tilviljun að við myndumst á Kylie Jenner hér í upphafi spurningar því hún átti líka í góðu sambandi við Abloh. Til að heiðra minningu hans klæddist hún einmitt þessu fatamerki á Met-galanu í maí í fyrra. Það mætti segja að það hafi verið viðeigandi að kjóllinn sem hún klæddist þar var hvítur. En nú spyrjum við einfaldlega hvað heitir þetta fatamerki sem Virgil Abloh stofnaði árið 2012 sem Serena Williams og Kylie Jenner hafa til að mynda reglulega klæðst. Og það er F.A. Heyrðu, við ætlum bara að skjóta á Abloh Vera. Það er ekki rétt svar. Þetta fatamerki heitir Off-White. Það voru svona einhverjar leynivísbendingar hana með hvíta litinn og svona. Já, var Vaffa kannski með þetta á endanum? Þetta gerist. Við förum í 12. björnarspurningu og hér er spurt skáldsagnapersónu. Persónan kom fyrst fram í skáldsögu sem gefin var út sem framhaldssaga í tímaritinu All Story Weekly árið 1919. Sagan er eftir bandaríska rithöfundinn Johnston McCulley. McCulley ólst upp í Illinois en sem fullorðinn maður flutti hann til Kaliforníu og flestar sögurnar sem hann skrifaði gerast þar. Meðal annars sögurnar af persónunni sem við spyrjum Upphaflega átti þetta bara að vera eina sagan persónuna, en stjörnuparið Douglas Fairbanks og Mary Pickford ákváðu að fyrsta mynd nýstofnaðs kvikmyndavers þeirra ætti að vera eftir sögunni. Hún kom út árið 1920 og var að sjálfsögðu þögul og svarthvít. Myndin naut mikilla vinsælda og Macaulay hélt áfram að skrifa persónuna og endaði á að skrifa rúmlega 60 sögur hana. Aðrir höfundar hafa, og það er Vaf.A. Við ætlum að skjóta að þetta sé Mickey Mouse. Það er ekki rétt. Ég held áfram að lesa. Hafa einnig spreytt sig á því að skrifa persónuna, þar á meðal Isabel Allende sem gaf út skáldaða ævisögu persónunar árið 2005. Persónan er hetja sem felur andlit sitt bak við grímu og notar dulnefni, en raunverulegt nafn hans er Don Diego de la Vega. Og það er F.A. Ég held að þetta sé hann Zorro. Zorro, þegar við sverð Zorro-sverðið. Þú þurftir ekkert að hlusta á alla spurninguna, þetta er rétt svar. Hér áttum við eftir að fara í Anthony Hopkins og svo Antonio Banderas og fleiri flotta, en það þurfti ekki til. Nei, þetta er Zorro sem á spænsku þýðir refur. Já. Og þarna sjáum við Guy Williams sem Zorro í sjónvarpsþáttum sem voru mjög vinsælir. Já. En þá ætlum við að taka okkur aftur hlé og nú ætlum við að fá tónlistaratriði frá F.A. og hljómsveitina skipa Askur Ari Davíðsson. Hann spilar á hljómborð, Brynjar Karl Birgisson á bassa, Darri Ibsen spilar á gíró, Ísak Harry Holm spilar á kassagítar, Rafael Róbert Ásgeirsson sem leiðis á kassagítar, Vail Abu Ebid spilar á slagverk og svo er það Þorbjörn Helgason sem syngur. F.A. Gjörðu svo vel. We passed upon the stairs. We spoke of wars and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died
the world. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless there. With more than a million years I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face, oh, the man who sold the world. Oh no, not me. We never lost control. Your face to face, oh, the man who sold the world. Hæfileikaríkt fólk í skólanum, svo mikið víst, hæfileikarnir leynast víða, en þá er komið að vísbendingaspurningunum. Þær eru 2 talsins og í 3 liðum. Komi rétt svar í fyrstu vísbendingu fást 3 stig. Komi svarið í lið 2 fást 2 stig og svo í loka vísbendingunni 1 stig. Og við eigum þessar 2 vísbendingaspurningar eftir og svo 3 þrautin í lokin, þannig að mér reiknast rétt til að þá eru 9 stig mögulega í pottinum. Og staðan fyrir vísbendingaspurningar er 23-20 fyrir Verkmenntaskóla Austurlands. Þannig að, já, allt gerst. Getur allt gerst. Við förum í fyrstu vísbendingu í fyrri vísbendingaspurningunni og við spyrjum bæ á Íslandi. Verslun hófst á staðnum á 16. öld og þar hefur verið föst búseta frá 19. öld. En aðal atvinnuvegur þar var lengi framan af sjávarútvegur, veiðar og vinnsla, en á síðustu árum hefur ferðaþjónustu vaxið mjög fiskur hrygg. Strandlengjan í nágrenni bæjarins þykir falleg. Þar má sjá fallegar stuðlabergsmyndanir við Þórðarhöfða sem gengur út frá Höfðaströnd sem er nálægt bænum. Á Höfðaströnd er líka að finna svo kallaðan mannskaðahól, þar sem talið er að íbúar á svæðinu hafi ráðið niðurlögum enskra víkinga árið 1431 sem hafi þá komið þar á land. Og það er VA. Er þetta Hofsós? Það er rétt svar. Ég verð að spyrja, hvar kom þetta? Við fórum í 9. bekkjarferðalag og skoðum þetta Stuðlabergina. Já, hann að Stuðlabergi situr í þér. Að borga sig að fylgjast með í 9. bekk. Já, sannarlega. Það er aldrei að vita hvernig það kemur að góða notum. Já, hér var eitt og annað sem átti eftir að koma fram. En í sjálfu sér, já, það þarf svo mikið að fara ítarlega við það. Við ætlum að tala Vesturfarasetrið á Hofsósi. Við ætlum að tala Pakkhúsið sem stendur þar í plássinu. Svo ætlum við nú enda því að tala þessa fallegu laug sem að er. Já. Sem að Lilja Pálmadóttir og hún Steinun Þórðardóttir gáfu. Svakalega laug. Fínasta laug í Steinun Jónsdóttir, afsakið. Hvað, er þetta svona infinity pool? Já, eða óendanleg laug. Óendanlega laug? Já, þar sér maður Drangey og voðalega næs. Hofsós er æðslustaður. Mælum með að fara til Hofsós. Nú, við förum í seinni vísbendingaspurninguna. Hér er spurt manneskju. Foreldrar manneskjunnar eru frá Dóminíska lýðveldinu og Trinidad, en hún var sjálf fædd og uppalin í Bronx í New York borg og í æsku varði hún miklum tíma á heimili ömmu sinnar í Washington Heights hverfinu. Hún gekk í Renaissance gagnfræðaskólann sem er söngleikja og tækniskóli. Manneskjan gerði ýmsa vafasama hluti í æsku. 16 ára gekk hún til liðs við götugengið Bloods og hún hefur viðurkennt í viðtölum að hafa svindlað peninga út úr fólki. En hún sagði skilið við gengið og glæpina á 30-aldri og fór að einbeita sér að tónlist. Tónlistaferill manneskjunnar hófst eftir að hún vakti athygli á samfélagsmiðlum og í raunveruleika þáttum á VH og það er VA.
Nicki Minaj. Það ekki rétt. Raunveruleika þáttum á VH1 sjónvarpsstöðinni Hver manneskjan? Og það FA. Ætlum bara að segja Cardi B. Það hins vegar rétt svar. Já. Það er líka mikið eftir að koma fram. Já. Við ætlum eftir að tala bíómyndina Hustlers, þar sem hún mitt leikur þessa aðferð sem hún sjálf segist hafa notað til að féfletta viðskiptavini sína þegar hún var þarna fatafella og í þessari mynd stundaði það að byrla viðskiptavinum Ólífjan og féfletta sem hún segist hafa gert í lifanda lífi, Hún Belcalis Almanzar, eins og hún heitir í alvörunni. Já, þökkum fyrir að hún hætti í dag. Já, hún bara í rappinu í dag. Hún bara í rappinu í dag. Já. Hvernig standa stigin? Herðu, þau standa nú þannig að verkmenntaskólinn leiðir með 3 stigum, 26 stigum gegn 23 stigum Ármúla og það 3 eftir og 3 stig sem í boði þar. Já, sem þýðir að ef FH jafnar, þá förum við í bráðabanna. En það komið að þríþrautinni. Við sjáum 3 myndir og síðan verður spurningin borin upp. Það FA. Þetta fyrst var grágæs, svo kom álft svanur og stokkund. Álft stærst, síðan kemur grágæs og síðan kemur stokkund. Vistu það? Ætti þeirra? Þeir eru allar af svona held ég af andætt, svona andætt. Svona álft svanur og álft stærst og álft friður og þetta allt svona sem að típist að sjá tjörnir Reykjavík. Verpið Þeir verpa Íslandi og álft friður og þeir eru stærst ægið og þeir eru stærst friður. Hvað? Þeir eru álft friður. Ég verð að bera upp spurninguna. Hér sáum við 3 fuglategundir sem eru algengar hér á landi. Hvað heita þær og hver þeirra svo eina sem ekki farfugl? Það VA. Þetta grágæs, svanur álft og stokkund og hvað? Stokkund ekki farfugl. Það rétt svar. Algjörlega frábæri keppni lokið og ljóst að VA komið áfram í undanúrslit sem þýðir að þið þurfa að koma ykkur aftur suður. Já. Hvernig það? Fáið þið bara endalaust vilyrði frá skólanum til að skreppa svona? Já. Og ætlið þið að reyna að taka þau með ykkur aftur eða takið þið hinn helminginn að liðinu sem var eftir eða hvað? Nei, við tökum þessa. Takk þessa. Þið stóðuð sér vel. Já. Til hamingju með sigurinn. Takk fyrir. Þetta ekki það lengsta sem þið hefur komist undanúrslit? Nei, ég held að það líka fyrir 20 árum. Nú, jæja. Já. Við munum nú ekkert eftir því. Nei. Þið voruð ekki einu svona hugmynd þá. Nei. Til hamingju, frábært, 29 stig, FA. Mikið búið að vera gaman að hafa ykkur. Já. Þetta var rosalega tæft. En þið farið bara kátt heim. Já. Og við þökkum ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Takk fyrir. Við vorum með frábæran hóp með ykkur. Takk. Þið stóðu okkur öll vel hér í salnum. Ótrúlega gaman að vera með ykkur. Við segjum þessu lokið í kvöld. Næsta föstudag mætast Verslunarskóli Íslands og Menntaskólinn í Reykjavík í 8 liða úrslitum. Það verður sannarlega spennandi viðureign sömuleiðis. Við þakkum fyrir í kvöld. Verið sæl.
Verið velkomin í Skoðanaskipti eru grunnstoð lýðræðisins. Bulla fer áfram. Off. Erum farnir. Bingo.